Já, hingað komin Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, félags- og húsnæðismálaráðherra. Velkomin. Já, takk fyrir það. Við töldum það saman hérna áðan í þættinum að morgun eru 100 dagar síðan að þið tóku við. Já, það er rétt. Þá hveitibrauðsdagarnir búnir. 100 frábæri dagar. Já. Það stundir talað um hveitibrauðsdaga og þá það talið þannig að fólk hafi svona svigrúm til þess að koma sér fyrir. Þið hefði ekki orðið mikið var við það á Flokki fólksins að það sé svona friður ykkar störf. Jú, við höfum nú ekkert verið að sko agnúast út í það. Það er nú bara svona eins og gengur í samfélaginu. Við höfum í rauninni haft alveg 100% frið til þess að láta verkin okkar tala inn í ráðuneytunum og störfin okkar fara brátt að koma í ljós. Við munum stolt kynna þessi ríkisstjórn í heild sinni. Við munum stolt kynna þessi miklu umbóta verkefni sem við erum að gera fyrir samfélagið okkar. Það sem að vera meina líka sko, því að verið gagnrýnt eða sko Flokkur fólksins Við fang harður að frétta. Í skotskífu Morgunblaðsins. Já, eðlilega, ég skil það bara. En það hlýtur að vera þreytan. Nei, veist ekki, ég er eiginlega hætt að spá í þetta, ef ég sé alveg svo er. Já, en fólk er með því. Já, það þjálfuðu okkur svo vel í þessu. Nei, þetta hefur þjappað okkur bara rosalega mikið saman. Sko. Við látum ekki einhverja svona leiðinda púka skemma fyrir okkur. Það er bara algjörlega, við erum alveg rosalega samstíga, við erum einn stór þingflokkur, 36 þingmanna, þannig ætlum við að starfa fram að næstu kosningum og vonandi lengur. Þannig að það er engan bilbúi okkur að finna og bara þjöppum saman ef það er mögulegt að þeppa okkur meira saman heldur en okkar traust og vinskapi byggði á þegar við vorum að mynda þessa ríkisstjórn. Þá er það að gerast. Ég held nú kannski það var ekki. Finnst þér ekki að spjótin beinist svona sérstaklega ykkur? Það hefur verið svona kenningar það okkur það er. Ein svo að þessu veikast í hlekkurinn, að þessu svona lausbeislaði flokkur og gæti komið flótti á liðið og þar með var þetta að fella ríkisstjórnina. Hinn kenningin er svo að því að þið eru svolítið öðruvísi fólk, þið eru ekki svona venjulegt valdafólk, þið eru svona líkar því, stundum er þetta kallað venjulegt fólk, ég veit ekki hvort að það sé venjulegt fólk sko, frekar eitthvað annað, en þar leiðandi að þá sé svona stíll ykkar og háttalag sem að fari bara í pirrunar á elítunni. Það getur alveg vel verið og má vel vera. Við náttúrulega vorum mjög sterk í stjórnarandstöðu, við hrópuðum hátt og vörðum okkar fólk með kjafti og klóm og lögðum fram óteljandi þingmannamál til þess að koma til móts við fólki okkar sem að við segjum og hafi þurft að bíða eftir réttlætinu árabil. Við höfum, og það er það ánægjulega til dæmis við þetta ríkisstjórnarsamstarf okkar núna, að finna það hversu sterkt almannahagsmunaafl þessi ríkisstjórn er, hvernig í rauninni sér hagsmunirnir eru settir til hliðar algjörlega. Við berjum sem einn maður fyrir almannahag, fyrir landsbyggðina, fyrir fólki okkar. Alveg sama auðvitað reyna þeirra mála þetta öðruvísi, auðvitað reyna þeirra að komast bæða mikrofóninum og skrifa greinar sem að í rauninni eru ekki á rökum reistar því miður og við bara tökum það á kassan eins og gengur og brosum vegna þess að við vitum það í lok dags, þá er það verkin okkar sem að munu tala og að Flokkur fólksins. Það náttúrulega er í fyrsta skipti sem að við erum flokkur sem fer í ríkisstjórn. Jú, við erum flokkur almannahagsmuna fyrst og fremst og vorum byggð og fættumst eingöngu í kringum þá hugsjón að gera lífið betra fyrir þá sem að hafa staðið hér höllustu fæti og hafa verið að lepja hér dauðan úr skel og ramgerðir í fátækt og annað slíkt og loksins þá erum við komin í rauninni úr því að vera hrópandinn í eyðimörkinni í það raunverulega að sjá fallegu málun okkar raungerast með ríkisstjórn sem tekur heilsuga utanum verkefni með okkur. Við erum ekki vön að vera í ríkisstjórn, þetta er í fyrsta skipti, þá að reyna að höggva það sem þeir halda í rauninni að sé engin reynsla, það tala já, þetta er algjört reynsluleysi, já, þau fara missa út úr sér eitthvað óheppilegt og alls konar og já, það má vel vera en við áskilum okkur það að fá að þroskast í starfinu og fá að læra á okkar mistökum og teljum í rauninni að hver svona neikvæðni sem á okkur skellur, hún bara einfallega eflir okkur og styrkir og við erum alveg tilbúin að viðurkenna það ef við erum að fara út af einhverju línu sem almennt er ekki talin eðlileg með þá stöðu sem við erum að gegna í dag en við lærum bara af því og höldum bara áfram að styrkjast og það er bara ofboðslega fallegt og bjart framundan fyrir okkur öll, ekki bara þessa ríkisstjórn. Það er svona loknu vinnudegi, þú kemur heim
og vera að hugsa sko út í ríkisstjórn búin að koma í flokkniðinu þangað, flokk sem stofnaði bara einn og hérna svo þetta sprungi út og hlýtur að vera stundu stolt að þessu. Já, einhverja hluta vegna þá hefur mér fundist þetta að vera eðlileg þróun og auðvitað var ég ekki ein þó að ég hafi þanniglega séð, það er náttúrulega alltaf mjög mikið af fólki sem að kemur að því í lok dags að gera hérna þennan að gera flokkin okkar svona raunverulegan og sterkan eins og hann er í dag, en ég tel að sko það hefur verið skortur á því að hafa stjórnmála fólk sem er að koma eingöngu inn af hugsjón. Ég veit að röddin mín hefur í rauninni náð til fólksins vegna þess að það veit að ég er að meina það sem ég er að segja. Ég er hér vegna þess að ég er að brenna fyrir því að hjálpa fólkinu okkar sem er ábátt. Ég brenn fyrir því að leysa þau úr þeim viðjum sem ég hef þurft að búa við sjálf árabil með mig og mína fjölskyldu. Þannig að þau eru bara búin að eiga okkur núna, alla ríkisstjórnina, liðsmenn ríkisstjórnarinnar eru liðsmenn þeirra, fólki sem er búið að bíða eftir réttlætinu árabil, það er farið að hygla undir það að því ljúki núna mjög fljótlega og þess vegna segi ég það að mér finnst alltaf svo sorglegt þegar fólki sem að ég er að berjast fyrir og flokku fólksins og við höfum lagt allt í það að segja að við séum svikarar, við séum að svíkja það sem við lofuðum fyrir kosningar, 450.000 krónurnar, hvar eru þær? Sko, þær koma fyrir en fólki heldur og þessi mál sem að við tókum allar utanum af hug og hjarta í þessar svokölluðu valkyrjur við stjórnarmyndunarborðið. Ekki bara fyrsta máli sem var lagt að löggilda samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem er stórkostlegur áfangi, heldur líka að höggva á kjaragliðnunina sem er búin að vera viðvarandi síðan eftir hrun, sem að þýðir það að við erum búin að koma fólkinu okkar í ígildi þess að sitja við kjara samningaborðið og einn okkar þekktasti verkalýðsleiðtogi sagði, Inga Sæland, það verður gaman þegar fólkið fer að sjá raunverulegan árangur á því vegna þess að þetta verður eitt stærsta og mesta hagsmunamál sem að almannatryggingar þegar hafa séð frá upphafi. Nú við erum líka að koma í veg fyrir það að einstaklingur sem að fer úr því að vera öryrki yfir í það að verða eldri borgari að hann missi hérna svokölluðu aldurstengdu örorkuuppbót og leiði detti niður í launum um þúsundir bara svo eitthvað sem nefnt. Allt þetta var samið með bros og vör. Það þurfti ekki að tala þessi mál sem eru einmitt fyrir almenning að því við erum almannahagsmuna afl þessi ríkisstjórn. En sumt af því sem þú vísa til og jáfnvel margt af því hefur ekki ennþá komið fram. Og þú talar að mikilli svona öryggi það að séu svona straumkurf í stjórnarstefnunni. Sumileit það eitthvað sem að þú ert vissum að þú munir ná fram? Nei, það er búið að samþykkja það allt og það er allt núna í frumvarpi. Við erum að skila núna til dæmis auka ríkisstjórnarfundur núna í fyrramáli. 100 daga fundur? 100 daga fundurinn. Sko það er almenna reglan svo að halda ríkisstjórnarfundi á þriðjudögum og föstudögum. Þetta er aukafundur á morgun vegna þess að það síðasti dagurinn á morgun til þess að klára að koma inn með öll málin inn í þingið án þess að við þurfum að kalla þau inn með afbrigðum eins og ég kom með svo mjög mörg mál, það er bara allt í aksjón, ég er búin að mæla nú þegar fyrir 7 málum sem eru inn í nefnd núna og er að fara í aðra umræðu, þannig að ég hvet bara alla til að fylgjast með því, þetta eru náttúrulega búin að mæla fyrir samningi Sameinuðu. Þú mátt ekki segja það því að þetta á að vera frétt á morgun, hvaða mál það eru sem að þú kemur með inn í þingið umfram þessi 7? Já, þau eru öll í vinslu að búa að kynna þau bæði fyrir ríkisstjórn og föstudaginn og verður í fyrramáli. Það er bara 2 mál af öllum mínum málum sem að í rauninni verða hugsalega tekin inn með afbrigðum. Allt annað er að fara inn bara núna og við hlökkum bara svo til að fá að sýna það hversu hveitibrauðsdagarnir okkar voru vel nýttir, hversu innilega sátt við erum í okkar, ef við að segja, samlífi og hjónabandi, ef á að fara að tala það í þeim, í þeim takti að við bara erum innilega sátt og hlökkum bara svo til og enda held ég að allir sé að sjá það raunverulega
hversu óbúslega sterk og samhent við erum og hvað við erum að gera. Má ég spyrja einu, að því að ég hef sagt það hérna við þetta rauðaborð í samtölum okkar og fleira, að mín tilfinning var svo að Viðreisn hafi verið sterki aðilinn í stjórnar myndunarviðræðinu og fengið hérna mest fram, fengið öll ráðuneytin sem að þau gátu óska sér, fjármálaráðuneytið, utanríkisráðuneytið, dómsmálaráðuneytið og öll atvinnuvegaráðuneytin og sé eiginlega leiðandi í ríkisstjórninni. Þú ert ekki sammála þessu, þú heldur að Flokkur fólksins er leiðandi í ríkisstjórninni? Nei, ég held bara Flokkur fólksins hafi bara fengið verulega stóra sneið af kökunni í samningaviðræðunum. Það finn náttúrulega ekki á milli mála að það er Samfylkingin sem leiði þessa ríkisstjórn og það er Kristrún Frostadóttir sem er hérna miðjan okkar í þessari ríkisstjórn. Það fer ekki á milli mála. En VG hafði forsætisráðuneyti síðast og fekk ekkert í gegn. Það var undir öðrum formerkjum. Það var í vinnu með sérhagsmuna aflinu Sjálfstæðisflokki og hinum þarna og litla bróður Framsóknarflokki. Þannig að það er gjör ólíkt landslag. Það er ekki eins og þetta líka þessu saman. Ég hefði ekki tekið þátt í svoleiðis ríkisstjórn, hvort heldur sem er. En þegar við að tala að Viðreisn hafi fengið öll þessi ráðuneyti og allt annað slíkt, ég hefði alveg getað farið fram á að fá 4 ráðuneyti. Af hverju skildi ég hafa gert það? Við erum ekkert í flokki fólksins endilega ráðuneyt hana vegna. Hins vegar var búið til og er mjög stórt ráðuneyti sem að ég er með í fanginu núna, félagsmála, vinnumarkas, öldrunamála og húsnæðismála og skipulags. Þannig að hefði ég geta orðið dómsmálaráðherra? Já, ég hefði geta farið fram á það. Ég hefði geta líka farið fram á að vera utanríkismálaráðherra og allt þetta. Ég bara, takk fyrir. Ég vil vera þarna vegna þess að ég er að búa til stjórnmálaflokk á sínum tíma til þess að taka utan þá málaflokka sem ég er akkurat með í fanginu, akkurat í dag. Þannig að ég gæti ekki verið sáttari og á betri stað. Og Ásthildur Lóa, yndislega Ásta sem að var komið með börnin okkar og allt það í fangi sem var alveg bara dásamlegt og svo náttúrulega Eyjólfur Ármannsson sem brennur gjössalega fyrir því að laga hér vegakerfið og sinna þeim mál. Sérstaklega í Norðvesturkjördæmi. Nú er hann orðinn. Það er það verst. Nú er hann, já það er reyndar þannig en jú það eru líka og fleiri stöðum svo sem hægt að finna mjög slæma stöðu. Já það er svo víða í þessu kjördæmi. En núna er hann algjörlega búin að átta sig á því að hann er sem sagt ráðherra alls landsins sko. Það er bara landið og miðin undir honum núna þannig að það er búið að útvíkast ansi mikið frá því að vera þingmaður eins ráðuneytis, kjördæmis í það að vera orðin ráðherra með allt, öll kjördæmin undir. Þannig að hann til dæmis var þess valdandi að nú erum við búin að með sinni elju og atorku og fylgin sér að það er búið að höggva þau tré sem þurft að höggva til þess að opna flugbrautina og bæði fyrst fyrir sjúkraflugin og núna bara almennt. Bara kveikja á öllum ljósum og eins og við segjum og það eru allir sammála það, jafnvel þeir sem að vilja færa flugvöllin eitthvað annað, það eru allir sammála það og meðan við erum ekki með neitt annan stað þá verðum við að halda flugörygginni það fer ekkert á milli mála þannig að það er ekkert svona alveg á morgun eða á næstunni sem að ég sé að verði einhver breyting þar á þannig að já, það er bara við erum mjög stolt af þeim verkum sem við erum að fá tækifæri til að vinna og við erum engin veikur hlekkur eða eftirgefanleg að einu leyti, það er réttara sagt auðvitað erum við eftirgefanleg en ekki það að við höfum verið að gefa eftir alla hluti bara til þess að fá að fara í ríkisstjórn, það er ekki þannig þó að sé verið að mála þá mynd alltaf reynd og ég hef bara gaman að þessum fabuleringum þegar verið að gera það vegna þess að Þú getur verið svona grimm ákveð, þú Karl Gauti og Ólafur Ísleifsson, þú rakst á úr flokknum og svo Jakob Frímann og sem vildi sofa á því það var nú ég sem vildi sofa á því aðeins hvort við ættum ekki að skoða til dæmis það svona þó það væri ekki nema yfir nótt sko og taka ákvörðun á morgun eins og kom fram á þessum 20 manna fundi sem var haldinn þarna í sambandi við Klaustur hryllingsmálið en það var bara lami í borðið þar sko hér er algjörlega óafsakaleg hegðun og unnið gegn öllum okkar markmiðum og þessir einstaklingar eiga hér ekkert enindi lengur þannig að það sem samþýtt á fundi hjá ykkur. Algjörlega. Já, en svo er það Jakob og Tommi.
Já, þeir eru bara báðir þarna, voru báðir í okkar flokki þó þeir væri ekki að leiða sín kjördæmi. Það á engin kjördæmi þegar kemur að kosningum. Áttu ekki kjördæmin og deiliðum út? Það liggur nú algjörlega fyrir. Ég hefði nú getað kannski áttu bara öll saman eða ég veit ekki. Nei, það er ekki þannig. En það er aldrei svo. Og í þessu tilviki þá var talið betra fyrir okkur að þessi tveir herramenn sem voru yndislegir með okkur í flokki fólksins að þeir myndu ekki leiða sín kjördæmi þannig að. En að því umræðinu komin svona svolítið og þú kannast við kenningarnar það að flokku fólksins Inga Sæland. Serð þú fyrir þér flokk fólksins án Ingu Sæland? Já, ég geri það. Ég fer að gera það betur og betur eftir að við skjótum betur rótum og fáum að sína verkin sem við erum að vinna því að það eru allir að vinna. Við erum 10 þingmenn núna og það er alveg rosalega mikil vinnugleði og atorka í fólkinu okkar og við sjáum það að það er valinn maður í hverju rúmi. Það fer ekkert á milli mála þannig að það kemur alltaf maður í mann stað. Ég náttúrulega verði ekki þarna eilífu, það liggur algjörlega fyrir. En ég mun þrauka eitthvað, ég mun allavega að þrauka fram en það er ég alveg hlaðin á okkur. Þú ert með mjög stórt ráðuneyti, það dugðu valla fingurnir það sem var að tala um stórmálin sem þú ert með á þinni konu sem eru öldrunarmál, öryrkjar, vinnumarkaðurinn, húsnæðismál. Líklega horfur á það á þessu kjörtímabili alltaf að ná miklum árangri í þínum málum. En horfur líka á það að hlutverk þitt á þessu kjörtímabili sé að byggja þannig flokk fólksins að hann geti lifað án Ingu Sæland? Já, hann er að því í rauninni. Við sjáum það að við erum með 10 þing. Ég sé það ekki fyrir mér að þó að ég hafi fætt þennan flokk ef að svo má segja á sínum tíma og auðvitað sé ég búin að vera burðarstólpi í honum til að byrja með að það er fyrir nokkru síðan, einhverjum árum síðan sem að ég í rauninni gat farið að ýta frá mér svo mikið að verkum og af því að það, í kringum okkur kemur fólk sem að maður treystir á hug og hjarta, er líka með hugsjón og tilbúin að taka utan barnið og koma í til manns. Þannig að barnið okkar er komið til manns, myndi ég segja. Það er í rauninni að sýna sig og sanna og það er ekki bara gert með Ingu Sæland. Það liggur algjörlega á borðinu þó að ég sé ennþá formaður flokks fólksins og hef nú verið svona sterkasta málpípan svona framan að minnstakosti að hann á eftir að lifa og blómstra góðu lífi þó að Jón Gunnarsson er eftir að smíða utan mig einhvern kassa einhvern tímann seinna. Það var ekki svoleiðis. Jón sem er að leita beinagrindum. En sem er sögulegt í íslenskri stjórnmálasögu. Já, nákvæmlega. Því að þeir flokkar sem hafa orðið til að ég held að flokkur fólksins er einstakur að því leiti hann er leiddur að fólki utan þings. Við erum með alls konar flokkar sem hafa orðið klopningur út úr öðrum flokkum. Herðin, þú nefndir mörg mál og við vorum hérna frammi áður en að við byrjuðum þáttinn að ræða svona hitt og þetta og það kom svona óskalag að við myndum spyrja hvað þú ætlar að gera varðandi hjúkrunarheimili sem er langvarandi, þetta er kallað oft innviðaskuld, að það hefur eiginlega ekkert verið byggt upp að neinu ráði og er eiginlega stórkostlegt vandamál í styrru samfélagi. Hvað ætlar að gera með hjúkrunarheimilin? Það er allt á fleygiferð, það er ég og það er heilbrigðisráðuneytið og við erum að taka saman höndum bara allstað sveitarfélögin. Ég heyri vilja jafnvel lífeyrissjóðana, ég er að fara að skrifa núna undir bara vonandi eftir helgina 125 hjúkrunarrýma uppbyggingu í Hafnarfirði. Það er á teikniborðin okkar bæði Kópavogur og Vík og Akureyri og bara út allt og hér í Reykjavík. Það er samfella, það er orðinn svo mikill vilji sveitarfélagana að vinna með okkur eftir að ríkið ákveður að taka til sín þessi 15% sem að áður höfðu verið á borði sveitarfélagana að standa kostnað af að nú erum við að taka þetta á okkur 100% fyrir utan það að ríkið mun líka. Sveitarfélagin er ekki að skila hjúkrunarheimilum tilbaka eins og var. Og ríkið ætla líka að kaupa lóð, borga fyrir lóðirnar hér í borginni þannig að áður var það þannig að borgin þurfti bara útvega lóð undir ákveðið hjúkrunarheimili og annað slíkt og þess vegna var nú oft kannski að það var erfiðara, það voru lóðir sem kannski voru ekkit allt og spennandi jáfnvel, en við náttúrulega erum að horfa til þessara óhagnaðadrifnu félaga sem eru bestir í því að reka svona
framtíð fyrir okkur þegar við erum komin á loka æviskeiðið og þessi lífsgæða kjarni sem við erum að sjá eins og hjá Hrafnistu og Grund og þar sem að við í rauninni getum farið inn í sko búið sjálfstætt, nálagt í rauninni hjúkrunarheimilinu, fengið kannski aðgang að mötuneyti, allri þjónustu en samt verið sjálfbær heima en samt fundið þetta sko traust og öryggisnet og svo að flæði þegar við þurfum meira á því að halda að fara inn á hjúkrunarheimilið að þá sé það í boðinu ekki bara mörg hundruð manna biðlisti. Þannig að það bæði hvað lítur að nú ég að fara að kynna bara ég held að sé nú bara á morgun frekar en allavega í vikunni þá ég að kynna þetta stóra átak bæði í sambandi við hvernig við erum að fara að taka utanum eldra fólki okkar og líka í sambandi við uppbyggingu á hjúkrunarheimilum sem eru bara gjörsamlega út allt og ég veit að eins og með borgina það er engin steinar í götunni núna, nú bara ráðist í verkefnið og fara að byrja að byggja, það yfir 700 manns á biðlista, það bætast við 150 einstaklingar á hverju einasta ári sem að þurfa þessa hjálp, við þurfum að vera komin hér með 1000 hjúkrunarrými mjög fljótlega og það eru allar hendur á lofti núna og allir hamrar komnir á loft og ég ætla að vona bara að ég geti fara að skrifa undir sem flesta samninga. Hjúkrunarheimilinu er bara hluti af vandanum, af því að vandinn er náttúrulega kannski heilbrigðisþjónusta fyrir eldra fólk sem hefur fjölgað mjög hlutfallslega og þarf oft stuðning heima og annað slíkt. Það hefur oft verið bent á að lausnin sé ekki bara að byggja vegg, heldur þurfi raunverulega að endurskoða íslenska heilbrigðisþjónustu með tilliti til þess hverjir það eru sem helst þurfa á hana að halda, sem eru aldraðir og þeim fjölgar mjög hratt. Þeim fjölgar mjög hratt og það sem gerist náttúrulega strax og verður algjöru forgangi, það að reyna að losa þessa stíflu sem er inn á Landspítala Háskólasjúkrahús, það sem kannski hátt í 100 eldri borgarar sem eru þar í þessu svokallaða útskriftarvanda. Ég mun aldrei kunna við þetta fráflæðisvanda hugtak þannig að þarna þessi útskriftarvandi að því þau eigi ekki nein hús að venda og bara, ekkert bara ef okkur auðna svo gifta að geta sem fyrst losað þá stíflu, þá sjáum við keðjuverkandi jákvæðu áhrifin út í alla heilbrigðisþjónustuna inn á Landspítala Háskólasjúkrahúsi þar sem við losum 20 legurýma og léttum mjög mikið á álaginu þar inni þannig að það er mjög mikil hagsmunir sem eru hér undir fyrir okkur öll. Nú þegar við lítum á það að við höfum nú kallað gjarnan eftir því að láta aldraða vera sem lengst heima og styðja við þau sem lengst heima og svona, það er mikill skortur á því að við séum að mæta þeirra þörfum þar eins og þú væntanlega ert að vísa til að jafnvel fólk með heilabilun er mjög mikið eitt heima og það sem þó að sé kíkt til þeirra í klukkutíma á dag, hvað verður þá þau hina 23 tímana og ég man sérstaklega eftir því þegar ég var í kosningabaráttunni og við vorum í kosningabaráttunni núna í nóvember og frá því meðan október ég fór og heimsótti einmitt svona dagþjálfunar, við erum alltaf inn að finna eitthvað flott hugtak yfir hvað dagdvöl, dagvistun, dagþjálfun þetta þegar eldra fólk sem býr eitt heima getur komið á daginn og fengið mat og hitt aðra og svona verða að vinna í höndunum og bara njóta félagslegs svona stuðnings að þá kemur í ljós ég heimsótti Múlabæ sem algjörlega frábært og þar kemur í ljós að þar eru einhverju hundruður á biðlista eftir að geta komið í þetta úrræði og svo fekk ég að heyra það að svo væru einstaklingar sem að væru í rauninni komni með allmikla heilabilun og það var með þá heim klukkan 4 á föstudegi eða eitthvað slíkt og koma á mánudagsmorgni og margir illa áttaðir, ekki búin að borða neitt, ekki búin að drekka neitt, fólk er búið að missa verksvit, veit ekki og bara borðar ekki og líður ekki vel og þetta er verkefni sem ég er núna að vinna í, það skal takast, En það er gott að hlusta á þetta allt saman, en hvar farið peningan í þetta? Hvar fæ ég peningan í þetta? Já. Ég get alveg sagt það að það verður ekkert til spara, við erum að ráðast í þjóðarátak, það er neyðarástand og þetta er það sem er algjörlega, við ætlum að skila hallalausum fjárlögum 2027, við erum öll á ég til dæmis það voru vinnustofur í mínu ráðuneyti sem að báru yfirskriftina viltu finna milljarð
og þar voru komnar sparnaðartillögur upp á ríflega 12 milljarða sem eru strax komið í ljós vegna þess að það í rauninni bruðl í kerfinu vísvegar. Það miklu meira bruðl í kerfinu heldur en það þyrfti að vera þarna og það hægt að hagra og það hægt að gera hlutina betur en svo eru ákveðið mál sem að verður ekkert til spara með. Það kemur aldrei út svo staða heyrðu nei, við ætlum ekki að koma til móts við fullorðna fólki okkar að því að við höfum ekki efni á því að þið bara ekki gert ráð fyrir því. Það er gert ráð fyrir þessu öllu sem að ég að tala í fjármálaáætlun sem verður kynnt á morgun, öllu og ég hlakka óbúslega mikið til að í rauninni sýna raunverulega á spilin þannig að fólki okkar hætti að segja þið eru ekki að gera neitt. Því að hveitibrauðsdagarnir 100 dagar ríkisstjórnar sem að það er náttúrulega bara alveg galinn einstaklingur sem heldur það að áður en við fáum að kynnast verkunum og reynda þeim, það er ákveðið náttúrulega ferli með öll mál sem við loksins erum búin að smíða og koma áleiðis, það er ferli inn í þinginu, þinglega meðferð, það er ferli inn í, við þurfum að senda málin bæði til dómskanski og líka fjármálaráðuneytis, það eru 2 vikur þar og svo þarf að fara með það í ferli í gegnum þingi og það eru umsagnarferli og alls konar. Það er ekki eins og sé smíða bara frumvarp í dag og það sé bara komið í framkvæmdin á þingi á morgun eins og í rauninni virðist vera margir haldi. Ég má nú benda á að það er ríkisstjórn Trump hefur settið skemurinn ykkar og breytt miklu. Það er náttúrulega bara eitthvað einræði þar og það gjör ólíkt kerfi eins og við vitum. Hér er nú ekkit forsætisræði Trumps sem betur fer. Hér búum við lýðræði og... Þú ert sátt við hvernig hefur gengið í ríkisstjórnu? Sátt, ég hefði aldrei trúað því að væri svona gaman að vera í ríkisstjórn og væri svona góður andi og við sitjum 11 við þetta borð 2 í viku, við erum algjörlega samstíga, við tölum öll mál, við nálgumst öll mál af alúð og skynsemi og virðingu hvert við annað. Við skellum oft upp úr og höfum gaman saman og ég held að, ég held ekki. Þú ert í stuði. Þetta er bara einn flokkur núna og við ætlum bara að halda því. Þetta er bara svona eins og... þessi er bara samstíga, það er ekkert verið að reka neitt úr honum. Þú lýsir þessu svolítið að það er bara góð stemming af ykkur og þið eru að ná í gegn ýmsum málum sem að almenningur hefur kallað eftir mjög lengi. Já, mjög mörg. Og þá lítur þetta eins og stjórnmáli séu þannig að almenningur vildi eitthvað en það náðist ekki í gegn og hindrunin var hver? Sjálfstæðisflokkurinn? Já, Sjálfstæðisflokkurinn og bara síðasta ríkisstjórn og bara hékkaði allt og lengi verklaus. Okkar ríkisstjórn er verkstjórn. Við erum virkilega að láta verkinn tala og ég hlakka svo til að... En af hverju ætti Sjálfstæðisflokkurinn að vilja standa í vegi fyrir uppbyggingu hjúkrunarheimila? Sjálfstæðisflokkurinn? Af hverju ætti að gera það? Af hverju ætti Sjálfstæðisflokkurinn að standa í vegi fyrir uppbyggingu húsnæðismála? Ég meina hann hefur bara yfir höfuð ekkert verið að forgangsraða fjármunum og verið að forgangsraða fjármunum fyrir fólki fyrst. Það hefur bara aldrei verið það. Og hvert hafa fjármunirnir farið? Spurðu þá, spurðu mig ekki. Ég hef aldrei vitað hvernig að geta gufa svona upp og við séum búin að vera í hallarekstri hér árabil undir þeirra stjórn En þú sagði það sem þið segja alltaf þeir er búið að finna, 13 milljarðar, svo er það ekki? Já, 12 sagði ég reyndar, en það er 12, en það er önnur saga, en og það er í hagræðingu náttúrulega, það er ýmislegt sem við gerum í staðinn, það er bara þannig, en við getum nýtt fjármununa betur og við viljum öll gera það og við sjáum bara hvernig við stígum örugg skref, það er nú ekki vinsælt hjá stórútgerðin að við séum að koma með þessi veiðigjöld, leiðrétting á veiðigjöldum. Við erum ekki að gera neitt annað en að leiðrétta veiðigjöld. En það fólk er náttúrulega ekki nema kannski 15 fjölskyldur eða eitthvað. Það er nú ekki eins og þetta sé meirihluti þjóðarinnar. En meirihluti þjóðarinnar stendur með því að þessar 15 fjölskyldur borgi eðlilega rentu af aðgengi í auðlindin okkar. Þannig að þeir verða bara að hrópa, það er bara svoleiðis. Það er ekki eins og við séum að breyta einhverju reiknireglu. Þeir eru ennþá með sín 67%, þeir eru ennþá að taka 30% fram hjá skiptum og ennþá eru sjómenn að borga hluta olíugjaldi, umbúðakostnað og 10% í nýsmíði, það verður ekki breyst. Þannig að sko þetta er náttúrulega heimsmet en það er önnur saga en það er lítið talað um að þeir taka 30% fram hjá skiptum. Það er lítið talað um það, ég heyri bara engan tala um það. En svoleiðis er það bara. Þannig að 100 milljóna túr, þá bara 30 milljónir tekna fram hjá skiptum áður en að fara að reikna laun til sjómannanna. Það er enginn að tala um hversu alvarlegt það er, hvernig í rauninni verðmyndurinn hefur verið á markanum þar sem að þeir eiga líka vinsluna í stæðstu hluta. En hafið þið þá í huga að setja að allur fiskur fara að markað eins og hefur verið krafa sjómanna lengi? Já sko, það er nákvæmlega það sem að þessi breyting er að sýna fram á. En það kemur ekki til gags fyrir sjómenn? Jú, það er bara stór hækka verðið og
notuð sem viðmiðun við gjaldtökuna, en það ekki þótt að sé miða við verð í Noregi, að þá ekki þannig að sjómennið fá að borgað á Íslandi miða við það verð. Ég meina, ég að segja það að ef að náttúrulega kílóverðið hækkar raunverulega, hlutfarslega, miða við eins og til dæmis við erum að tala um botnfiskurinn verði, það verði miða hér við markaðsverð hér á raunverulegu meðalverði á mörkuðum hvað lítur að ýsu og þorski og svo aftur upp sjávarfiskinum þar sem við ætlum að taka meðalverðið frá Noregi. Þannig að ég get nú ekki skilið hvernig á að sleppa sjómönnunum við að fá að njóta þess að aflinn þeirra verði verðmættari. Ég næði því ekki alveg. 33%. Og þið ætlaði að breyta líka strandveiðinni, 48 dagar? 48 dagar, það er algjörlega, 48 dagar og það verður líka undið vona þessu grásleppubulli. Sem endaði í kvóta? Já, það verður ekki, það er bara þannig. Og það verður komið í lag núna fyrir sumar. Það í rauninni verður að fylgja eftir því sem að áður hafi verið komið með í sumar. En ég get sagt það við þá sem eiga grásleppu úthalda næsta sumar þá, sko ekki núna komandi sumar heldur 26, að þá geta þær farið að veiða grásleppuna á ný og hún mun ekki fara í kvóta. Það er bara þannig. Og ekki eins og Kópasker daginn þegar að lögreglan frá Húsæði kom með bláblikkandi ljósa því að einhver trillukallaði veitt og margar grásleppur. Já, að vísu 20 tónnum, en það er önnur saga. Það er önnur saga, en sko merkilegt sko, hvað hefur verið góð grásleppuveiði með að Hafró skuli vera að draga úr heimildum til hennar hvað, 30%. Inga, þú ert með húsnæðismál sem að eru líklega sem myndu segja bara eitt mikilvægsta mál á Íslandi sem að hefur grafið undan lífskjörum lágtekjufólks, bæði þú þekkir það í könnunum hjá öryrkjum og kjörum öryrkja og fátækari eftirlaunafólki en líka láglaunafólki að það er eiginlega leigumarkaðurinn sem að dregur fólk niður í fátækt. Og við höfum séð að þeim íbúðum sem eru byggðar og seldar að þá eru mjög stór hluti þeirra fer til þeirra sem eiga íbúðir fyrir, þannig að svona við ólust kannski upp við einhverjum hugmyndum að hér væri séreignarstefna, en hún hefur raunverulega ekki verið frá hruni, heldur hefur verið að færa húsnæðiskerfið yfir því að þeir sem að eiga eignast íbúðir og geta raunverulega auðgast á vanda þeirra sem að hafa ekki bolmagn til þess að eignast íbúðir og það er færri sem að hafa raunverulega möguleika á því að sleppa inn að geta eignast íbúðir. Þetta er gríðarlegt vandamál á Íslandi og leiðir til þess að kannski launakröfur hljóta verða hærri og hærri vegna þess að framfærslubyrðin verður alltaf meiri og meiri. Hvernig ætlar að leysa þetta? Sko það er náttúrulega stórkostlegt það sem hefur verið að gerast núna. Ragnar Þór Ingólfsson, hann leiðir hér átakshóp í uppbyggingu einmitt á félagslegu húsnæði og bara húsnæðismarkaðnum. Hann náttúrulega eins og veist það er þessi félög Blær og Bjarg sem að einmitt hefur verið óhagnaða drifið og komið með mun ódýrari leigu inn á markað fyrir þá sem að betur þurfa sko virkilega nauðsynlega þurfa á að halda. Nú við erum í rauninni búin að vera að skrifað undir föstudagsmorguninn, fyrsti áfangi af samningi við borgina, það sem á að byrja á því að byggja 2500 íbúðir í Úlfarsárdal, þar sem í rauninni markmiðið eru 10.000 íbúða uppbygging. Það er verið að skoða, það er náttúrulega búið að Keldnalandi eins og við vitum hvar það er, það verður nú að laga eitthvað skipulagi þar því að það gengur náttúrulega ekki að hafa heilt hverfi þar sem er 0,4 bílastæði. Það náttúrulega segir sér sjálft en einu sinni mér áður brá. Síðan er það Geldinganesið og svo að ræða líka Blikastaðalandi og það er allt á fleygiferð. Það er allt á fleygiferð og raunverulega og síðan var ég nú að mæla fyrir frumvarpi bara núna á 50 daginn var, minni mig, í sambandi við að tryggja betur aðbúnað leigjenda á leigumarkaði og höggva í þessa markaðsvæðingu íbúðana okkar þar sem að í rauninni við erum grjóthörði því að fjárfestar verða að fara að líta í aðra átt heldur en alltaf að fara að fjárfesta í steinsteipu og leigja og græða endalaust á íbúðum og stilla í rauninni fjölskyldunum upp fyrir vegg sem að þurfa þak yfir höfuðið og eru í rauninni hneft í þessa gildru að þurfa. Hvernig er það að stoppa það?
Nú við erum bara með fullt af frumvörp, við erum löggjafinn, við erum bara Airbnb og allt þetta, þú mátt kannski bara eiga eina íbúð umfram þitt eigið heimili, þú getur bara leigt það í þessa 90 daga eða ef þú ætlar að leigja það lengur þá bara borga þú af því skatta og skyldur annars slíkt en við ætlum að höggva í það að þú getur fara að kaupa upp heila blokk og leigja hana bara hinga og hanga tvist og bast til túrista. Þannig að þessi ríkisstjórn virkilega að taka á þessum stóra vanda sem hefur fengið að blómstra og þróast hjá græðgisvæddu hagsmunaöflunum sem hér riður öftum hér í síðustu ríkisstjórn. Þannig að við erum raunverulega að taka á þessum vanda og þetta til dæmis frumvarp sem að ég kom með á 50 daginn, það til dæmis tryggir það að þegar þú ert búin að leigja þá getur leigusalinn þinn ekki fara að hækka leiguna við því umfram vísitölu bara af því bara hún datt það í hug að segja þér leigunu og annarkvæmt borgar 30.000 meira á mánuði eða þá bara ég segja þér leigunu þetta við tryggjum þarna 12 mánuði og algjörlega kvitt og klárt og erum að reyna að koma einhvern fyrir leika inn í leigumarkaðin og þannig að þessi markaðsgræðgisvæðing við viljum ekki sjá hana, bara engan veginn en þetta búin að vera þessi skottastefna sem hefur verið rekin á húsnæðismarkaði sem að hefur þeytt svona upp húsnæðisverðinu og við höfum séð líka þessa byggingar sem hefur verið að byggja hér í borginni mjög mikið á þessum þéttingareitum. Þetta náttúrulega íbúðir sem engin venjulegur einstaklingur getur látið sér dreyma að fjárfesta í fyrir utan það að stór hluti af fólkinu okkar, efnaminnsta fólkinu okkar, það mun aldrei fá í rauninni þetta svokallaða greiðslumark til þess að vera viðurkennt inn á það að fá að eignast eigi þak yfir höfuðið fyrir þannig að og við höfum nú verið að segja hvernig getum við réttlætt það að einstaklingur á að vera bær til að borga 320 til 350 krónur á mánuði af 300.000 krónum útborgað en hann á ekki að vera bær til að geta borgað 220.000 krónur að láni til þess að geta eignast örugt heimili það við erum að breyta þessu öllu saman. Þú ætlar að breyta þessu. Þannig að venjulegt verkafólk, ef við getum sagt það, að það geti eignast húsnæði. Já og til dæmis þessar íbúðir sem á að fara að byggja núna 2500 íbúðir, við erum að ráðast í þetta strax. Já, það nefnilega það sem er líka á teikniborðinu. Hvernig getum við komið til móts við fólk það kannski að borga leigu, við munum eftir þessu svo kallað kaupleigukerfi og eitthvað svona alls konar. Getum við búið til kerfi þar sem í rauninni einstaklingnum verður gert kleift eftir einhvern tíma þegar hann komin í jafnvægi og jafnvel hefur vængast hagur hans og svona að hann geti gengið inn í íbúðuna sína og fengið að kaupa hana. Þú veist, bara allt fyrir fólki okkar. Við viljum bara byggja upp samfélag þar sem að allir geti fengið að njóta sín en ekki bara sumir. Það bara þannig og mér líður vel í þessari ríkisstjórn svo að það sé sagt mjög vel vegna þess að allt þetta er það sem við erum að tala allt það sem að kemur sér vel fyrir fólk. Talar þú mest á ríkisstjórnarfundum? Nei, það er mælendaskrá og ég bara það stilt á ríkisstjórnarfundum og virði algjörlega mælendaskrána eins og þar Nei, þér svo mikið niðri fyrir með þessi mála þín sko? Nei, mér ekki niðri fyrir ég alveg bara það hugstæð allan Já, þetta bara hjartans mál og ég bara svo glöð að það skuli vera raungerast raunverulega og ég fái í raun að lifa það að sjá það verða veruleika að réttlætinu verði framfyllt að fólki mitt þurfi ekki lengur að bíða til réttlætinu sem ég er að berjast fyrir nú ég tryggi 70.000 króna jólabónusin þó það sé bara eingreiðsla ég er að tryggja hann á meðan að fólki er ekki komin í 450.000 króna útborgað nú það er að koma nýtt örorkulífeyriskerfi í 1. september þar sem að 95% af fólkinu okkar mun fá 20.000 meira útborgað heldur en það gerði áður en að þetta kerfi kom til kastana. Þannig að það ekki kerfið sem að Guðmundur Ingi var með þetta kerfi á samt. Svo Guðmundur Ingi, þú átt líka Annar Guðmundur Ingi sem er ekki að þingi. Guðbrandsson, hann kom þessu á eða ekki? Hann kom þessu náttúrulega ekki á en hann var að vinna að þessu inn í ráðuneytinu ásamt náttúrulega og tók við því þá frá öðrum. Þetta búið að vera lengi. Hefur þú breytt þessu? Já, ég er náttúrulega sett mín fingraför á það, ég er með aðeins öðruvísi sín, ég er nú sá ráðherra væntanlega og núna Guðmundur Ingi Kristinsson sem er orðinn nýr mennta- og barnamálaráðherra sem að raunverulega höfum þurft að lifa á þessu kerfi sem þekkjum þetta kerfi út og inn þannig að það er gott að geta komið að því áður en það verður að lögum ég til dæmis hafði miklar áhyggjur af þessu svo kallaða starfsgetumati inn í þessari löggjöf
hvað á að gera við fólki okkar sem samtök öryrkja hafa mikið gagnrýnt alla tíð. Já, ég bara sagði strax og ég kom inn þarna í janúar að það er að taka þetta út úr löggjöfinni, annars myndi ég ekki samþykkjana. Ég sagði, ég vil að kaupmátturinn fá að koma inn og hækkunin og framfæslunni, en þið eru ekki búin að tryggja störf, þessa starfsgetu, þessi hlutastörf, þið eru ekki búin að tryggja það. Og það var voða mikið bjartsýnum að það væri allt í lagi og ég sagði bara, nú bara gerist það, annarkvort verður hér spretthópur sem tryggir þessi störf eða þetta verður tekið út úr frumvarpinu. Nú, þetta verður vonandi allt inn í frumvarpinu því það er alltaf flegi ferð að tryggja þessi hlutastörf. Draumurinn er að bæði ríki og sveitafélög og svona opinberar stofnanir komi að því að taka utanum fatlað fólk, þennan mannauð sem að býr í okkur öllum, við erum ólíka eins og við erum mörg, en öll höfum við eitthvað til brunns að bera sem að er bara frábært ef að yrði virkjað eins og við sjáum, það eru margar stofnanir nú þegar sem að eru með fatlað fólk sem er með einhverja skerta starfsgetu í vinnu hjá sér, reyna að finna fyrir þau eitthvað sem þeim líður vel með að starfa við. Þannig að ég segi það býr í okkur mannauður okkur öllum, ég vil virkja allt, ég held vanvirkni er það versta sem getur komið fyrir okkur, þunglindi, einmannaleiki, lokaður einn heima, bara burt með vanvirkni, hjálpum öllum til að hjálpa sér sjálfur og félagsleg einangrun er það versta af öllu vondu og ég er að hrinda núna af stokkunum, einmitt stóru verkefni sem lítur að því að koma í veg fyrir félagslega einangrun eldra fólks til dæmis og mun kynna það núna í vikunni. Það er eitt í þessu samtali að þú ert alltaf að segja að ég muni kynna þetta í vikunni, ég er hérna spretthóp og ég er með átagshóp. Já, harðahlaupum. En við höfum hlustað á ráðherra árum saman, til dæmis húsnæðisráðherrann sem var undan þér Sigurður Ingi, hann var alltaf með einhverja glærusýningar og svona, ég held að þessar glærusýningar hafi ekki byggt eina einustu íbúð sko. Já, ég er ekki með eina glærusýningar og þetta er bara alltaf gerast á morgun og hinn, þið þurfum ekki að vera að bíða allt kjörtímabil, það er bara að gerast í vikunni. En ég er bara venjulegur maður út í bæ. Af hverju ætti ég að trúa Ingu Sæland hérna að spretthóparnir og átagshóparnir og þetta skil einhverju, þegar við erum búin að vera að hlusta á ráðherra að vera með sama orðfærið. Já, aldrei Ingu, þú eru aldrei hlusta á ráðherran Ingu áður. Nei, þú eru bara hver er munurinn á Ingu okkur er sá að ég er að láta verkin tala raunverulega, ég er raunverulegri verkstjórn, láta verkin tala, það er alltaf gerast, bjartsýn og bros, hugsjónin að leiðarljósi, ég væri ekki hér ef ég væri bara eitthvað innantómt blaður. Ég er ekki innantómt blaður, ég er að meina það sem ég er að segja, ég segi það sem ég meina og ég hlakka til að venjulega fólki út í bæ sjá bara, vá, hvað þau eru frábær. Ok, má ég að spyrja, hvenær myndu efna það að fólk fái 450.000 krónur á mánuði skatta og skerðingalust? Það sem er að gerast núna, sem er stærst og eins og ég sagði hérna í byrjun og ég var ekki búin að átta mig á því sjálf, hvað í rauninni það er stórt að setja fólki svona með ígildi þess að komast að kjaraborðinu. Að hvort sem það verður skatta og skerðingalust 450.000, þá verður það allavega 450.000 vegna þess að þá er það kannski fyrir skatta 560.000 eða 580.000 eða þetta er bara að gerast á fullu með því að koma með ígildi þess að sitja við kjaraborðið, bussi frá því sem að nýja almannatryggingakerfið með komaðum upp í hátt í 400.000 útborgað, að þá er svo rosalega lítill munur upp í 450.000 útborgað að það bara, ég sé það fyrir mig bara svona, eftir svona 2-3 ár. Ég held við þurfum ekki að bíða lengur. Ég ætla að bóka þig hérna eftir 2,5 ár. Ætlar ekki að lofa mér að koma fyrir það? Jú, koma áður. Ætlar bara að halda mig fyrir utan settið í 2,5 ár? Það munum við ræða sérstaklega. Sko, það er hérna, þetta skiptir náttúrulega öllu máli hvernig launavísitalan er. Núna vitum við það að ég held að það hafi verið frá janúari fyrra til desember, þá var hún 9,1%, hún er 5, frá 1. júní til februar held ég hún hafi verið 5,3 frekar en 7, ég er nú aldrei með neitt blað eins og gengur en svona, ég reyni að setja mig inn í hlutina sem þýðir það eins og ég bara get alveg sagt það, eins og Vilhjálmur Birgisson sagði við mig að við værum ekki alveg að gera okkur grein fyrir hversu mikil kjarabót það væri og þeir sem að fengja að njóta, þeir myndu sjá það mjög fljótlega á næsta ári, þetta tekur allt gildi fyrsta, fjárlögin sem við erum að vinna eftir núna er frá sálugu ríkisstjórninni og samanber salan á Íslandsbanka sem að ég var að svíka svo rosalega mikið
og Guðrún Hafsteinsdóttir kom í óundirbúnar daginn og sagði já, hæstvirtur ráðherra, þú talaði nú hátt það að hér væri verið að höggva höfuðið að gullgæsin og setja hann á grillið og hvað hefur breyst? Ég segi ennþá að við erum að höggva höfuðið að gullgæsin og setja hann á grillið en það hefur eitt breyst og það það, ég er komin í ríkisstjórn í dag og við sitjum uppi með fjárlög og ákvarðanir fyrir ríkisstjórnar. Það er ekki hægt að stokka allt upp, við fengum ýmislegt í arf, sumt er bara ágætt sem við höldum áfram að fylgja eftir og setja okkar fingra fyrir á og hikum ekki við að koma með þau góðu mál sem að voru í pípunum og fengi aldrei að ná að fara að ganga því að þau voru alltaf í slag eins og við vitum að nefnbyrðis. En þannig að, já, hvað var þetta nú aftur með ESB-aðildina? Ég meina, þá kom önnur. Hvað með ESB? Við bara erum alfarið á móti því að gangi ESB, það er bara þannig. Við bara erum algjörlega á móti því, en við treystum þjóðinni til þess að greiða það atkvæði, hvort að við eigum yfir höfuð að taka upp þessa aðelda viðræður eða ekki. Eigum við að vera einhverjir stórbokkar sem ákveðum það, hvort að heilt samfélag geri hitt eða þetta? Nei. Ég er ekki alveg svo mikill einræðisherra eins og að vera að gefa í skyn, bara ég treysti þjóðinni minni 100% til þess að greiða atkvæði eins og hún vil sjá hlutina gerast. Þannig að, þú veist, það er svo skrítið hvernig vera að reyna að búa til eitthvað úr engu. Það er eðlilegt að stjórnmálafólk sé rukkað fyrri afstöðu eins og þú varst á mótið í að selja bankana, nú ertu með í ríkisstjórn sem ætlar að selja banka. Já, ég meina, ég er ennþá á mótið því. Og það er algjörlega, ég var alveg grjóthörð á því að við komum ekki nálagt Landsbankanum, ekki nálagt honum, en ég er að segja, það var búið að selja meiri hlutan í Íslandsbanka. Þið fellið ekki mál sölun á Íslandsbanka? Nei, að sjálfsögðu ekki. Það er búið að selja meiri hlutan. Það er búið að gera ráð fyrir fjármagninu, þessu einskiptis fjármagni í fjárlögunum sem við fengum í fangi. Það er búið að gera ráð fyrir þessum peningum. Við getum ekki, ef við ætlum að bremsa á það, þá sitjum við uppi með meira heldur en þetta ömulega gat sem við tókum við, þennan hallarekstur sem við tókum við frá fráfarandi ríkisstjórn, sem að kom okkur í rauninni svolítið mikið og óvart, að var meiri heldur en þeir höfðu gefið í skyn. En það er önnur saga, við erum að vinna mjög vel og við erum búin að loka þessu gati á bara ótrúlega skömmum tíma myndi ég segja, 2027. Þá er markmið okkar að vera búin að loka þessum halla og komin, en aftur sveitafélögin, það talaði 2028, sveitafélögin er að berjast við sinn halla og björtustu okkar vonir standa til þess og þeirra. Svo er í vandræðum út af kjarasamningum að þau hafa ekki efni á því að uppfylla kjarasamninga ekki út af grunnskólum og ekki heldur út af tónlistarskólum og eru bara sveitafélögin í vanda út allt. Nú erum við búin að koma til móts við sveitafélögin upp á allmarga milljarða króna með því að taka utanum þriðja stigs þjónustuna sem hefur verið þeim mjög þungur ljár í þúfu. Við tökum hana í fangið. Nú við ætlum ekki að ætlast til þess að þeir greiði þessi 15% í uppbyggingu á hjúkrunarheimilum. Það er líka stór póstur. Við finnum í rauninni hlýjuna og velvildina sem við erum að fá frá sambandi íslenskra sveitafélaga og við gerum okkur grein fyrir því að þau hafa ekkert haft það gott með fyrri ríkisstjórnum sem hafa í rauninni endalaust sett á þau verkefni vitandi það að mörg þeirra stóðu höllum fæti og gátt ekki staðið undir þeim kröfum og skildum sem að ríkisvaldið hrúaði á þau. Þannig að við finnum bara það er svo mikill velvilji að vinna vel fyrir samfélagið í heild sinni núna að ég get ekki gert annað að vera bjartsýn og brosandi og sagt við þig Gunnar Smári þennan almenning sem að spyr bara eins og álfur út úr hól eins og segir sem að get ekki sagt hann að bara gefa okkur tækifæri að sýna að verkin okkar sé að fara að tala Þú boðar það bara komið vor á Íslandi? Já, vor í lofti og vindur hlýr eins og það stendur en ég hef áhyggjur að elsku litlu lóunni hvað er hún að koma aðeins og stemma Já, hún hefur örugglega fyrir minni litla greið, þegar fór að snjóa á þann þá og ég var heim og segja þá var litla lóan Hún hefur nefnt í öðru eins lóan Já, hún er komin að kveða burt snjóin Er það hvetjandi að tala við þig? Þið býr mikið í brjósti Já, það er í rauninni það er alveg sama, það eru jöfnunarsjóð sveitafélagi hjá Eyjólfi,
Það að fara að ráðast í uppbyggingu á gatnakerfi, allt þetta fjármagn sem við erum að taka núna í leiðréttingu á veiðigjöldunum að fara í uppbyggingu í gatnakerfin okkar, þetta átt í 10 milljarðar sem við erum að bæta við á ári í fjármálaáætlun í uppbyggingu á gatnakerfi sem búin að vera algjörlega í skrúunni hjá þessum fyrirverandi innviðaráðherra sem að segir að hann hafi nú gert þetta allt svo gott og svona, þetta var allt svo frábært. Þetta bara innviðaskuldin, hún hefur safnast upp á allar hendur, þetta alveg. En það sko, við getum litið á til dæmis það alveg sem að hvert litið það alveg sem að hvort við lítum á dómsmálin okkar eða heilbrigðismálin eða hvaða ráðherra sem við erum öll algjörlega á fleygiferð og málin okkar fara að koma fram og mikla væntingar almennings, maður sér það bæði í könnunum að þið njótið ágætis stuðnings, 2/3 hluti þjóðarinnar styður ríkisstjórnina og treystir henni og svo heyrið maður það líka bara í almennri umræðu að það eru væntingar að þið breytið ýmsu hér. Fólk var ósátt við stjórnarstefnuna sem að var. Vá hvað erum að breyta miklu og á hvað við elskum þjóðin okkar og hvað við um eftir að gera þetta samfélag betra. Ég bara þar og Ég held að einhver vildi það að við kæmum bara 20.000 saman á Austurvöld til að hvetja ríkisstjórnina. En ekki til ekki segja vanhæfi ríkisstjórn, heldur bara áfram ríkisstjórn. Já, nákvæmlega. Það alltaf gott að fá fallegu hvatningar orð. Fréttaflutningi sem hefur verið sem að hefur svolítið verið til umræðu að þið fáið svona óvagna umfjöllun í Morgunblaðinu og RÚV skottist á eftir. Já, það kom mér svolítið óvart og maður velti fyrir sér þarf til dæmis fjölmiðillin okkar, allra landsmanna, þarf enginn að axla ábyrgð á svona herferð og ósannindum sem að voru settar fram með alhæfingar hætti á 50. kvöldinu fyrir rúmri viku síðan. Já, það eru margir sem að gera kröfur og það finnst þið það að einhver í ríkisstjórninni að bera ábyrgð á því að fyrstu fréttir af þessu máli hafi ekki verið sannleikanum samkvæmur? Já, fyrstu fréttir af málinu eru bara hreinlega fallna til þess að ráðast á æru og meiða. En þá var ráðherra búin að segja af sér. Og hún gerir það náttúrulega ekki fyrir en að hún veit það að það fyrst var talið að þessi frétt að koma klukkan 7 en það kom strax í speglinu klukkan 6 og það hún sem segir skiluru ég ætla ekki að verða þess valdandi að öll þau góðu mál sem ég að vinna að falli í skuggan og öll málin sem við erum að koma með fram fallegu málin okkar falli í skuggan fyrir einhverjum óhróðri mig þannig að við fáum hvergi nokkuð stað pláss út af því að fjölmiðla munu keppast það að koma með óhróður mig og það bara, ég finnst það bara svo hetjulegt. Hefur heyrt í henni? Já, við tölumst og ég heyrði í henni síðast, ég hringdi í henni í gær og svona, hún bara áfram veginn. En hér var kemur ekki aftur til þings? Hún verður alveg, hún grjótörð, hún kemur aftur. Í umræðinni var talað að hún hefði sagt af sér vegna þess að hún hefði brugðist við með því að banka upp á hjá fyrirverandi tengdarmanni. Það ekki ástæðan að hún sagði af sér? Nei, það nú svo margt sem sagt í umræðinni og nei, ástæðan fyrir að hún ákveður að stíga til hliðar náttúrulega bara þetta. Hún sá fyrir hvernig umfjöllunin í samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum. Og segja líka hvernig þetta ef að maður segir ekki af sér, hvað gerist þá? Maður rakinn frá af því að þá fara að reyna að grafa meira og gera eitthvað annað og búa til fleiri sögur og vera óvægnari og ómanneskulegri í allri umræðu eins og við höfum oft séð. Það nú til dæmis athyglisvert finnst þér ekki að formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar, hann sjálfur að tala samtal mitt við skólastjóran í Borgarholtsskóla. Ég enn að heyra þetta endalaust þó að sá góði skólastjóri segir, ég hef ekkert ummálið að segja. Auðvitað á hann ekki að tala enga samtal sem bitnar á nemandanum og sem eyrnamertur eini nemandi sem á ömmu fyrir ráðherra. Hvað bjóst við ítök hjá lögreglunu hefur ítrekka verið sagt. Hvurslags eiginlega bull þetta? Hverjum dettur þetta í hug? Hverju átti ég að hóta honum út af einhverju skóm? Kannski 16 árum eða ævilangt? Hvað átti ég að gera? Hvað var þetta eiginlega? Ég að segja, svona kemur það og rúlla á stað með eitthvað. Þetta kom nú samt sem áður hjá vini mínu Jakobi Bjarnari. Og hann fannst Gróa á Leiti spennandi hvað þetta varðar. Ég hef aldrei kunnað við Gróa á Leiti. Aldrei nokkuð tímann. Mér hefur alltaf fundist hún hafa svona ég held að Gróa Leiti sé svolítið ánægð með þig. Nei, þú áttir ekki að hringja. Þú áttir ekki að hringja. Má ég ekki vera amma? Má ég ekki hjálpa drengnum þú fórnum náttúrulega ímsum með að vera ráða. Má ég ekki gera það
En ég skal alveg viðurkenna það að ég verða að vinga mig svolítið og ég ger mig grein fyrir því. Það er svona ákveðin hvatvísi sem ég verða að stilla mig en hafa einhvern tímann fjölmiðli að vera að skoða það hvort að þessi ágæti skólastjóri braut trúnað gagnvart nemandanum og hvaða afleiðing það hefur að labba niður á kennarastofu og tjá sig yfir heilan hópa kennurum prívat samtal. Hefur einhver verið að tala um það? Bara því ég er ráðherra þá og ég taka þetta á kassan og segja fyrirgefiði, hljópa á mig. Þú gerði það? Já, auðvitað, ég gerði það aftur. Og gerði það enn og aftur. Maður verður náttúrulega að axla ábyrgð. Það er ekki mannréttindi. Hefur þetta bitnað á stráknum? Hann er ekki í náminu lengur. Hann hefur aldrei mætt í skólan síðan. Á hvaða braut var hann? Hann ætlaði að verða pípari. Það vantar pípara. En hann verður pípari bara í haust. Já. En þú sagðir að þið líka ekki við grófa leiti, ég ætlaði að segja að grófu á leiti líkar við þig, við Skafanatalandi. Já, það er þannig, en það er allt í lagi. Ég minna, ef maður er ekki umdeildur þá er nú ekkert varð. Þannig að ég vil nú bara alveg og ég get alveg þola það. En mér leiðist það, þeir vera að búa til sögur, þeir vera að ráðast á fólk á ósekju, bara til þess að vera með kvikindisskap. Mér finnst það bara ljótt. Ég er ekki þannig gerð sjálf og mér finnst í rauninni að við eigum að ætlast til þess að þegar er verið að koma með umfjöllun í fjölmiðlum að það séu skoðaðar alla hliðar máls vegna þess að það er ábyrgð, þetta er fjórða valdið okkar sem skiptir okkur gífurlega miklu máli sem samfélag að fái að blómstra. Þetta er aðhald með stjórnvöldum og það á að vera sko, eins og ég segi, það verður að hugsa það, hafa það vandað þannig að við getum virkilega að nota þess og treysti ef að fjölmiðl kemur með eitthvað að þá eigum við ekki að þurfa að velta fyrir okkur sko allir að segja satt. Það hefur verið gagnrýnt það sem að til dæmis Sigurjón Þórðarsson sagði eitthvað að ríkisstyrki til Moggans og það hefur verið gagnrýnt að valdafólk sem er með framtíð fyrirtækja og fólks í höndunum að það sé að nota vald sitt til þess að reyna að kveða fjölmiðla í kútin til þess að bæla frá gagnrýni á sig. Þetta er náttúrulega alvarlegt í lýðræðslegu samfélagi. Já, þetta var nú líka tekið úr samhengi eins og gengur og gerist. Það var enginn að spá í það fyrir 2 árum þegar hann hefur verið að komin á þing. Þá er hann allan tíman talað um það að hann vilji ekki að ríkið sé að styrkja frjálsa fjölmiðlun, heldur eigum að skapa þeim eðlilegt umhverfi, taka frekar RÚV af auglýsingamarkaði, draga úr vægi þessara einokunar á fjölmiðlamarkaði sem á RÚV er. Og það er það sem hann er búin að vera að tala á þingi, en þarna þá hittist það bara þannig á, það tekið úr samhengi og búið til úr því einhver svona saga sem hefur fengið að fljúa áfram. Stuttu síðan kemur Logi með frumvarp, það sem aðalega breytingin er það að það verður teknið svona einhverju smá peningar af Mogganum og sín. Ég held að sé þannig að í stað sem sé 25 og þetta er bara byrjunin vegna þess að koma ný fjölmiðlalög og það er búið að vera á teikniborðinu allan tíman og þau fjölmiðlalög, ég náttúrulega veit ekkert hvernig þau koma til með að líta út vegna þess að ég treysti Loga og hans ráðuneyti til þess að gera það faglega. Það á alltaf miða að því að reyna að styðja frekar við frjálsa fjölmiðlun og sérstaklega þá sem að eru sko eins og þið sem að eru svona minni og þurfa að berjast fyrir tilveru sinni. Við þurfum á því að halda að vera með víðtækari fjölmiðlun og núna er ég að heyra það jafnvel að kvótakóngurinn sem á Morgunblaðið meira og minna, stærsti hluthafi þar sé núna að stíga inn í Sín og Bylgjuna og farið þanga líka þannig að við séum í raunin að sjá auðvaldið sem á orða græna baunir og íslensk-ameríska og eiginlega allt er að keppa bara við það hvort á meira lífeyrissjóðirnir eða við. Sko, allt þetta út af auðlindinni okkar sameiginlegu og þarna, ég veit ekki betur en að sé löggjöf sem að segja til það að þú eigir ekki að vera, sko, ef þú ert að reka einhverja ákveðna starfsemi að þá eigir nú ekki að vera kannski í öllu öðru líka sem að kemur þeirri starfsemi akkurat ekkert við. En sko, þetta er í rauninni vandrataður vegur til þess að vel sé þannig að við getum borið traust. Þá ekki síður að vera hægt að bera traust til fjölmiðla heldur en að ætlast til að sé borið traust til stjórnmálamanna. Við verðum að geta treyst. Hérna er öllu röddum hleypt að og bara svona samtal. Gaman að heyra þig tala um auðvald.
Já, það? Er ég að gera það í fyrst skipti? Bara hjá eftir þessu. Já, þeir sem allt eiga bara. Þeir sem allt eiga og kostnað hinna sem ekki eiga. Og öllu að hinga til ráðið. Já, það er bara þannig. Og þess vegna, eins og ég segi, við auðvitað viljum halda starfsemi og vinnu og öllu og flegi ferði í landinu okkar. Þetta er náttúrulega okkar hagsmunir að starfsemi fyrirtækjan okkar og sjávarútvegurinn sem annað fá að blómstra sem mest. Við gerum okkur fullkomlega grein fyrir því hversu gríðalegt verðmæti felst í því. Það liggur fyrir og ferðaþjónustinu okkar og hvaðina annað sem er. En við getum ekki búið í verbúð þeirra. Nei, en það er nákvæmlega þannig. En það breytir ekki þeirri staðrýnd, ætla ég að segja. Að það þurfa náttúrulega að gilda ákveðna reglur það eins og annað. Herðu, ekki bara óska þér góðs gengis og ríkisstjórninni. Eins og ég sagði áðan að það eru mikla væntingar, maður finnur það alveg út í samfélaginu að það geti orðið mikla breytingar, en það er mikið hort til ykkar að þið náðu í gegn. Og ég held að hafi komið í ljós núna til þess með breytingarnar á veiðigjöldunum hvað þær breytingar njóta mikils stuðnings meðal þjóðarinnar. Þó svo að kannski fréttaflutningurinn er oft þannig að það er eins og að samtök fyrirtækja í sjávarútvegi stýri umræðinni. Þeir byrjuðu meira að stýra henni áður en að ráðherrann okkar atvinnuvega ráðherrann var búin að kynna málið og voru búin að koma með einhver træðslu áróðu strax og alls konar, en við skulum átt okkur því það er ýmislegt hægt að gera til að bregðast við þessum undirliggjandi furðu hótunum sem koma þarna frá þessum búðum. Sko 95 miljardar í hagnað niður í 85 miljardar í hagnað, er það ekki nóg eða? Er nóg aldrei nóg? Sko staðreyndin er svo að við erum einfallega bara að leiðrétta og það er talið að það muni í rauninni 20 miljardar og svo ég sé mjög settlega á því, 20 miljardar á því hvað í rauninni þeir hafa verið að taka framhjá með því að kaupa aflana sjálfu sér inn í sín fyrirtæki og selja síðan mun dýrara og taka. Hverjir er það sem að þurfa að blæða fyrir þetta annað heldur en samfélagi og við sem eigum auðlindina og sjómennirnir og hafnirnar og allt þetta, þannig að þjóðin vita, mikill meirihluti þjóðurinn að veit þetta. Þjóðin okkar er búin að kalla á þetta áratugaskeið, árabilaskeið, þá hefur verið kallað á það að við fáum að njóta sanngirni og séum ekki að horfa á þetta auðmagn vaxa algjörlega upp úr öllu valdi sem það hefur verið að gera. Þannig að við bara sendum hvatningar orð til útgerðarinnar okkar og viljum að hún blómstri sem allra best, en við viljum bara að rétt sé rétt. Herðu, Inga, gangið bara vel, er ekki bara búnir, Sigrún? Jú. Ertu viss? Já, nei, alveg bara laka til bara næst. Já, laka til bara fara næst. Já, þið verðum bara að fara að halla ykkur aftur og fylgjast með öllu því góðu verku sem við erum að vinna. Og takk hérlega fyrir að koma, Inga, og komdu bara sem oftast. Gaman að tala við þig og ég held að áhorfendur hafi átt að sjá því að gamanlega hlusta á Ingu líka. Ég ætla að enda þetta með því að bara þakka áhorfendum fyrir að staldra hérna við og breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlun og minni á, eins og ég geri oft, að þið hafi byggt upp dreifikerfi bara með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið hafi séð hérna, að mig finna það á Facebook og YouTube í öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni Samstöðurinnar og einstaklega þátta. Sýnir Egils og Rauðaborðið og fleiri eru með, þeir getið sótt á sérstaklega inn á hlaðvarpsveitur. Við erum í útvarpinu á Stórhöfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM, það má sækja þær útvarpsendingar og spilarann, bæði spilarinn.is á netinu og svo spilar líka app sem á mann hlaðinur í síman og hlusta þá á íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum, það sem er net á annað borð. Við erum komin í síman, við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, það eru númer 5 á fjarstýringunni. Kannski ef þið vill munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins samfélagsumræða í þessu þætti og Rauðaborðinu og öðrum þáttum Samstöðurinnar. Við segjum þetta gott í bili, en áður en að ég kveð ykkur þá ætla ég að minna á að það sem að drífur Samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Þú getur slegist í hópinn þar með því að fara inn á samstöðun.is og skrá þig. Það er hnappur sem ástendur áskrift, það kostar bara 2.500 krónur sem að mér að setja sér hlægilega lágt verð með það efni sem við búum hérna til, en þið megi borga meira ef þið viljið og þið sem að kjósi getur látið áskriftina renna sér félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. En þetta er nóg í bili, við verðum hérna aftur annað kvöld með Rauðaborðið klukkan 8 en njótið þess sem eftir er af helginni.